Éttu þetta EasyJet með þína einnar tösku pólísíu. Svona, nú ég í fókus. Síðasta vídeó var ferðin mín til Stokkólms. Þetta vídeó er vídeó nummer 2 af 3 í svona ferðavídeóblogga seríu þar sem ég algjörlega klúraði hvernig ég gera almennilega ferðavídeóblogg því að í þetta skiptið þá fórum við 4 æskuvinirnir að hitta 5. æskuvinin sem að býr út í Bretlandi í þorpi sem heitir Kenilworth, rétt suður af Birmingham í Mið-Englandi og við sem fórum út á föstudeginn eftir að ég kom heim frá Stokkhólmi og vorum 2 nætur, svolítið þeytingur, svolítið hratt en skelltum út á föstudegi og kannski vegna þess að við vorum svo mikið að flýta okkur og mikið að gerast og gaman hjá hópnum að hittast saman og svona, alveg oft sem að þessi gamli hópur hittist að þá virkilega klúðraði ég því að taka nógu góða myndir. Ég tók eitthvað af myndum á svæðinu eða vídeóum. Ég klikkaði algjörlega á því að segja einhverja svona heildstæða sögu og tengja klippurnar saman og fara eitthvað gegnum það hvað við vorum að gera. Ég gleymdi bara henni of oft að taka myndavélina eða var bara of mikið með athygli á einhverju öðru. Og má ég segja að mikið af þeim myndum sem ég tók líka voru, kannski að því að við vorum að ferði á kvöldinu og svona, voru bara virkilega illa lýstar. En þetta er svona allavega bakgrunnurinn bak við þetta til þess að afsaka það að þessi ferðasaga er sögð sem sagt með frásögn sögumanns og ég get tengt þetta eitthvað saman. En það byrjaði alltaf á föstudeginum. Við keyptum okkur hræódýrt flug með EasyJet til Luton flugvallarins í norðvestur á London. Tókum flug klukkan 11 á föstudagsmorgni og hittumst bara hérna í Keflavíkinni og hoppuðum upp á flugvöll. Eftir viðburðalítið flug að þá lentum við í Luton. Luton er ekki mest spennandi flugvöllur sem ég hef heimsótt. Það er fyrsta getið sem ég kem á þennan flugvöll og það verður að viðurkennast að það var ekki gaman að hanga þarna í þá 2,5 tíma eða hvað var í heildina sem við biðum á vellinum eftir að komast í rútu, 2 tíma hverri rútu sem átti að taka okkur norðvestur til Coventry þangað sem Kjartan Þjóðar er að taka okkur. Thanks, bye bye. Það var eitthvað frá Seattle sem þarf ekki að jarðsetja. Maður segir ekki jarðsetja, hvað heitir þetta? Kyrrsetja. Kyrrsetja. Jæja, þá vorum við 4 mættir á Luton flugvöllinn, sittum reyndar inn á Starbucks-augnablikinu, aðeins búin að fá okkur hressingu eftir að við komum. Það er 2,5 tími næstu því, 2 tímar í byggð í heildina eftir rútunni. Þú þurfum að sitja í 2 tíma í rútunni leiðin til norður. Þú þarna Ingimundur, hann er eitthvað að hrista hausinn. Hvað er þetta langt vel? Þetta er klukkutími og 14 mínútur þannig að við leggjum á stað. Já, og tæknilega sér eftir. Nú er ég að gera ráð fyrir heildarbiðtímanum. Þegar við erum búin að bíða í svolítinn tíma. Þetta verður svona helgi. Þetta er svona hinn eilífa bið, það er þessi ferð. Núna erum við búin að vera í rútu í, hvað erum við búin að lengi? 1,5 tíma. Í gegnum svakalega umferðarteppu út af einhverjum framkvæmdum. Við höfum eftir að vera hérna í ábyggilega hálftíma klukktíma viðbót. Svo er maður fyrir aftan okkur sem er alltaf að rífast á okkur tungumáli sem ég skil ekki við einhvern í síman. Við erum bara að rífast í klukkutíma, sko. Já. Ég er búinn að reyna að fá strákarna til að syngja með mér áfram á bílstjórinn. Nei, það er ekki í boði greinilega. Ég er samfærður að koma til skýra hraðar áfram ef við myndum gera það. Hvað gott að koma út úr rútunni með þér. Komum til Coventry. Jep, teygum fótunum aðeins að finna blóðið streyma aftur. Þetta er svolítið gott. Veitum við hvert við erum að labba? Nei, skal finna það. Ok. Það er kannski haldið svona hrástæðilegt að litast. Það blæst smá vindur hérna svona í Coventry en það er samt sem á hlýtt. Það er ábyggilega, ég er eiginlega bara að kafna.
Hvað er þessi heitt, strákar? 10 gráður, 11 gráður, 12 gráður. Hvað er þessi heitt? Heitt, 12 gráður. Já, 10, 11, 12. Smá blástur. Þetta er rosalega notalegt svona nýkomin út úr heitir rútu. Þetta er bara, þetta er frískandi. Þessi kall. Bless. Gott að sjá þig. Sömuleiðis. Nýtt. Allir gera það nema einn. Hann leit upp og var blindur. Og veistu giska hvað hann heitir? Sá maður. Tom. Pípi Tom Kemur það þaðan? Já. Kemur þessi snill? Kemur frá Veiting og Dæma. 11. öld. Vá. Já. Frá Coventry þá lá leið okkar niður til Kenilworth. Það var ekki langur akstur, kortið 20 mínútur eða hvað þetta var. Og við kíktum á íbúðina. Og eiginlega komið virkilega skemmtilega óvart þessi bær, það sem þið búa, Kenilworth. Því að það er gaman kastali sem við skoðum daginn eftir og svona greinlegt á öllu að þarna eru lífsgæði allnokkur. Þetta er ekki svona, ég viðurkenni, ég hélt einhverjum út af vegna að þetta væri svona aðeins meira shabby heldur en þetta, en þetta var hreinlega virkilega snertilegt. Virkilega. Já. Þetta er bara cozy Airbnb. Grand Tourum, þetta er eldhúsið, þetta er bara svolítið fínt sko. Fallegt svona í loftinu og svona. Þau eru með svolítið sitja og allt það, en þetta er bara, já, þetta er bara cozy. Þetta er ekki bara cozy? Mjög cozy. Laugardagur, dagur 2. Nú er aðaldagurinn. Það er svona menn þetta ferðalúnir og svona í gær. Þannig að núna er aðaldagurinn. Það er auðvitað svona pínu grámiklulegra úti núna. Virðist vera svolítið blautar og virðist blása pínulítið. Vonast til það lægist með deginum bara. Það er, hann Kjartan vinnur okkar er nú bara með eitthvað planað í dag. Nú fórum við að skoða einhverja staði. Allir verðum satt ekki að byrja á að fá okkur morgunmat. Almennilegan enskan morgunmat einhvers staðar. Það var gott að fá til morgunmat maður. Þetta er bara verið það sem ég sagði. Þetta var black pudding og þetta voru pilsur og þetta var bacon og þetta voru egg og þetta voru tómatar og portobello sveppur og hash browns og ég held að það sé upptalið. En gott var það. Gott var það skal ég segja ykkur. Þessi Hákon borðaði næst í matinn sinn allan. Kastalinn, Kenilworth kastali sem er bara steinsnar frá Airbnb-inu þar sem við gistum og sömuleiðis steinsnar frá húsinu þar sem að þau fjölskyldan, Kjartan og Kó búa og það var virkilega gaman að sjá hann að kastala. Þetta er nú vantar mig algjörlega að hafa bakgrunninn sko. Ég gleymi alltaf að googla en hann er hluta til byggður í kringum árið 1000 vitið, á 10., 11. öld eða hvað það var og hægt og rólega stækkaður auðvitað næstu aldirnar og held að viðbæturnar síðan og ég held svo að stærstu viðbæturnar hafi verið smíðaðar einhvern veginn í kringum árið 1600 hverju megin við, annarkvort á 16. eða 17. öld og þetta var virkilega tignarlegur kastali þó þetta væri bara rústir sem standa eftir það var greinilegt að þarna hafi verið við heljarna batteri og svona skemmtileg saga á bakvið en þetta var svona einhver svona leyni ástarsaga drottningar og aðalsmannsins á svæðinu þannig að þetta var ýmislegt greinilega sem átti sér stað. Það var mjög gaman að sjá hana kastala. Veðrið hefði mátt vera betra og ég er virkilega ósáttur við Kjartan að hafa ekki pantað betra veður fyrir okkur meðan við vorum þarna. Það var svolítið svona hráslagalegt, það var ekkert kalt
það bæði blés og var svona raki í lofti, þannig að það var svona ekkert kannski það notalegast að labba og það var eiginlega svona mjög áberandi í kastranum. Það vindkast á því á, þetta er fastnaður. Kemur hér kvín og gnauðar í öllu. Það er eins og einhver hafi gleymt að þétta þetta. Það er rosalegu dragsúgur hérna. Ryðfrítt stál. Þetta er bygging Elísabetar drottningar hérna, þannig að ég held að þetta ryðfríða stál sé svona í anda bara drottningarinnar. Sem ég skilst að hafi líka átt að vera og svo eftir Kastrann þá fórum við að skoða Warwick háskóla þar sem að Kjartan var í námi og búinn að vera sömuleiðis að kenna kjölfarið og það var mjög impressíft svæði, stórt og flott háskólasvæði, þetta virkur háskóli en hefði eflaust verið enn meira sjarmerandi ef að veðrið hefði verið merkilegt því það var mjög kalt að labba eða ekki kalt, ég veit, mjög svona hráslaglegt að labba milli byggingarnar svona í gnauðandi vindinum en get vel trúað því að þarna sé mjög huggulegt í góðu veðri. Já, en þetta er allavega háskólasvæðið hans Kjartans. Ég maður ekki gera meira að þrífa vegginn á bílastæðahúsinu. En það er svona eiginlega það sem maður tekur helst eftir, sko. Nei, en þetta er svakalega flott, þetta er stórt og mikið. Og mér skilst að hérna sé meira að segja á endanum hægt að næla sér einhverja lokal hressingu. Prófa það. Já, Kjartan fann að fara með okkur aðeins campusinn hérna og við stoppuðum fengum okkur smá hressingu hérna á Fusion Bar. Strákarnir eru klára að hafa sér deilus út og labba pínu meira og svo er planið í kvöld og núna eftir, þá erum við að labba þessum og skoða og svo er planið að fara niður til ekstra niður í bæinn, niður til Warwick eða hvað það er prófa besta pizzastað Bretlands. Besta pizzastað Bretlands, það er svolítið ambitious. Það var einhver úttekt sem var gefið og þessi staður fékk sem sagt þennan tiltekna dóm. Kjartan er núna að tjekka og athuga að borðið sé bókað og allt sé góð. Þannig að við ætlum bara út um tölta eins. Fórum á stað sem að tiltölulega nýlega var valinn besti pizzastaður í Bretlandi. Brew and Dough heitir hann, ef ég man rétt. Prýðisgóður pizzastaður, borðuðum eldheita, ég ætla að borða eldheita pizzu sem ég veit að við pöntuðum nokkrir, var alveg stórgóð. Og fengum tækifæri til að horfa á einhvern tímamóta rúbíleik sem var í gangi. Pizzan var frábær. Spenntur. Heldur á liði eftir hæpið? Nei. Ok. Spenntur. Gríðarlega, þetta er geðveikt. Þetta er bara aldrei séð Ég sita hérna í 2 tíma að horfa á þetta. Þetta er magnað. Þetta er aldrei gerst áður. Ég hef ekkert meira að segja. Spenntur. Já, heldur að hún verði betri að verði en hæpið. Besta pizza í þetta. Ok, svona nokkuð neginn. Á pari. Já. Ákvæm, spenntur. Já, ákveðnar. Þú fórst í spennandi ópeningin og hóðið milkshake. Já. Það veist mér vel að. Blandast aðeins. Ég held að þú sért að anticipate eitthvað. Fórstu í hérna Winston? Ég fór í Winston líka. Það var svolítið mikill hávaði á staðnum. Ég hefði gefið honum 5 stjörnur ef að svona andrúmsloftið hefði verið aðeins afslappaðra. Þetta er bara ellin hjá mér að segja til sín, sko. Maður vill hafa þetta aðeins afslappaðra heldur en bara öskrandi rúbí aðdáendur ástæðir kringum sig. Þetta var mjög góð pizza. Á sunnudagsmorguninn eftir 2 nætur rúmlega 1 góðan stórgóðan sólarhring í Kenilworth með Kjartan og fjölskyldu að þá skuttlaði hann okkur aftur niður á flugvöll og við stefndum heimalið. Þreyttir en ánægðir. Samt mjög þreyttir. Ég held að það var ekki mikið sofið þessar 2 nætur og við svona aðeins fættum að finna fyrir því að við erum ekki tvítugir lengur. Það er svona aðeins erfiðar að fá ekki bara sín fulla svefn og allavega, þetta var svakalega gaman og ég virkilega vonast þess að fá tækifæri til þess að kíkja fljótlega aftur og heimsækja þau. Mjög gaman að koma. Eins og ég
held ég að sagt það í byrjun, ég ekki alveg viss. Þá er þetta eiginlega ferðavídeó 2 í 3 ferðavídeó 2 í 3 ferðavídeóa seríu hjá mér, sem var ekkert planað, það er bara það sem búið að gerast hjá mér. Og ég er búinn að vera á þessum nokkrum ferðalögum núna, og sem sömuleiðis ástæða þess að það kom ekki vídeó í síðustu viku. Ég var bara hreinlega á ferðalagi og er búinn að vera á þvælingi. Byrjaði í Stokkhólmi, svo var það þessi ferð til Kenilworth í Bretlandi og í næstu viku verður það ferð sem ég fór vinnuferð til Hollands. All right, þangað til þá.